Hæ, hæ. Mér langar að fara yfir eina skák sem ég teldi fyrir mjög löngu síðan í drekanum. Uh, Ég held að það sé rosalega mikilvægt þegar maður er að fara yfir svona skákir í byrjunum að maður fari líka yfir skákir sem eru í sjálfum sér ekki það krítískar eða ekki það spennandi. Vegna þess að oft lendum við í því þegar við erum að tefla við einhverja andstæðinga að andstæðingurinn er kannski bara skipt upp og þetta er bara frekar einföld staða. En það er samt mikilvægt að skilja þessa stöðu þar sem hvítur er bara að reyna að tefla bara til jafnteflis eða gera ekkert rosalega mikið vegna þess að við þurfum líka að skilja þær stöður. Þetta er típist þannig skák við aðeins veikari skákmann sem ég var að tefla við, Páll Sigurðsson. Við byrjuðum á venjulegum dreka og eftir nokkra leiki vorum við komin upp í löngkrókurinn afbrigði í drekanum og eins og áfram leiki D5 stöðu sem er besti leikurinn. Og í þessari stöðu hér ákvaðan að drepa ekki á C6 sem er aðalleikurinn. Venjulega vill hvítur drepa hér og biskup D4 og reyna að skipta upp á þessum biskup og þetta er eins og segir langmest telda afbrigði í drekanum held ég endan það í dag. En andstæðingur minn að þessu sinni ákvað að drepa D5 og ég verð að drepa þetta tilbaka með drottningu, annars er ég að tapa manni eða fá óhagstæð uppskipti. Ég held ég að við drepi á D4 þá með hann drepa fyrst á E7 og drepa síðan tilbaka og vera bara peði yfir. Það er ekkert spennandi. Þannig að ég drep tilbaka og í leiðinni hóta ég A-peðinu hér. Þannig að hvítur þarf núna annarkvort að ákveða hvort hann vilji drepa á C6 og þá drepi ég tilbaka með drottningu eða þá hann bakki með riddarann á B3. Ef hann leikur einhverjum svo kongur B1 þá held ég að hann sé að byrja mögulega að labba inn í einhverja leppun eftir hrókur D8. Kannski fyrst riddari dreipur D4 og síðan hrókur D8. Hann leikir þessari stöðu riddari B3, drottning E5 og C3 til þess að koma í veg fyrir mátið. Hvítur er búinn að eyða núna leiki að bakka með riddarann og leika C3, þannig að svartur getur bara haldið áfram með liðskipinu á eðlilegan hátt. Ég leiki þessari stöðu hrókur D8 og hann getur augljóslega ekki drepið hér á D8 vegna þess að þótt hann eigi biskup H6 þá er skák í borðinu hér. Við getum séð þetta til dæmis bara drottning drepur, riddari drepur og drottning E1 og þessi stað er bara miklu betri á svart vegna þess að við náum þessari skák og vinnum hrókin. Hann leikur þessari biskup D3 og ég man alltaf eftir þegar ég var að tefla þessi skák að mér fannst eitthvað rangt við þetta vegna þess að hann er að labba inn í leppun og menninu hér hjá hann standa frekar kjánalega. Eftir biskup F5 þá leik hann drottning E2 sem kemur sér út úr leppuninni og undirbýr að skipta upp á hér. Og núna pældi ég í því hvað ég ætti að gera. Ég pældi í því að drepa á D3 sem ég gerði á endanum og einnig kom í hugan hjá mér það virkar í sjálfum sér ekki að leika biskup H6 hér strax vegna þess að ef ég leik biskup H6 má hann einfaldlega að drepa og það er valda drottninginu völdu hér. Þannig að svartur verður að byrja að drepa með biskup, hrókur drepur og í þessari stöðu kom smá ruglingur hjá mér vegna þess að hér er enginn sem valda drottninginu lengur. Þannig að eftir einfalt svar eins og til dæmis biskup H6 þá er hvítur bara að tapa peði. En ég held að vandamáli minni skák hafi verið svo að ég hafi verið að reyna að vinna skákina. Ekki bara vinna peði heldur, ég held ég hafi verið að reyna að máta hann og verið allt og mikið að hugsa bara að fá einhverja sókn eins og ég fengi í öðrum stöðum. Núna er vandamáli sá fyrir hvítan að hann getur ekki valdað þennan biskup eitthvað meira vegna þess að hrókurinn hér er alltaf að lenda í uppskiptum og það er ekkert sem hvítur getur í raun og verið gert vegna þess að ef hann hreyfir hrókinn til dæmis svona og valdar þá get ég einfaldlega bara skipt upp og drepi síðan á H2 og þetta er bara frekar einfalt fyrir svartan að tefla vegna þess að hann er einfaldlega bara peði yfir og með frekar örugga kóngsstöðu. Ég fór hins vegar í uppskiptin á D3 og ég hélt í sjálfum sér hér að hann myndi þurfa að leika drottning E2 en hann leika einfaldlega bara drottning E4 og þetta er
auðvitað ennþá betri staða eitthvað aðeins á svart, en hún er ekki jafn góð eins og hin staðan sem við vorum að fara yfir hér eftir biskup H6. Við skildum komið hér og hérna byrjaði ég að tefla svolítið þvingað. Ég held einfaldlega að svartur hefði átt að gera eitthvað til dæmis eins og bara B6 eða riddari E5 eða eitthvað svoleiðis. Ég held að það sé engin ástæða til þess að vera að þvinga stöðuna alltaf mikið hér. Jafnvel kannski riddari E5 bara frekar góður í þessar stöðu. En ég byrjaði að einfalda stöðuna og vann hérna peð og misti síðan af því að eftir riddari A5 hér þá er ég einfaldlega bara að tapa peði aftur, vegna þess að ef B6 þá kemur riddari C6 og drepur á E7 eða A7 og það er ekkert sem ég get gert til þess að vinna, til þess að halda í peði. Þannig ég ákvað í staðinn bara að reyna að virkja kónginn og eftir nokkra leiki fekk ég eiginlega bara nánast óteflandi stöðu. E6 í þessari stöðu er alveg stór mistök vegna þess að hvítur nær núna að festa niður miðborðið og ég er í raun og veru bara peði undir vegna þess að umfram peðið mitt er F7 peð. Og ef það er umfram peðið mitt þá er ég sjálfur sér peði undir vegna þess að hvítur er með þetta peð fram yfir. Sjálfur sér hefði verið mun eðlilegra að leika bara F6 í þessari stöðu og reyna að leika E5 eða hreyfa bara kónginn einfaldlega og þú veist, svartur ætti alveg frekar auðveldlega að halda þessari stöðu. En næstu leikir voru frekar daprir og hvítur náði á endanum hér að skipta upp á riddurum og er það bara peði yfir og ég sá þá enga ástæðu til þess að halda áfram og gaf þessa skák.